Getur hvað? Við erum mættir aftur. Já. Við erum komin í hlaðvarpstúdíói hjá hann Viktori og hérna með Mad Men þáttun okkar. Hlaðberg. Já. Eða þú veist, þátturinn heitir Mad Men. Já, stúdíóið Hlaðberg. Já, sko. Já, Upplýsingarna alveg á tæru. Ég fann að læra á maður. Erum við með nýjan viðmælanda og hann er hérna nýkringdur kokkur ásins. Já, til hamingju með það. Já, takk hérlega. Stór titill. Já, ég er allavega búin að vera að bíða eftir svo lengi. Eða smá stund allavega. Taka þátt ótt. Ég er búin að taka þátt 3 svar núna. Búin að tapa 2 svar. Ja, 3 seti kannski ekki að tapa, en if you ain't first, you're last, sagði Ricky Bobby, sko. Já, yes. Ég fyrir svolítið eftir því. Ég tengi þarna, sko. Ég var stað sekundu undan mér, sko. Já. Ok. Og þetta var 3. skipti í röð. Já, nei, ekki röð. Ég fór 2 svar. Ég var náttúrulega búin að dauðbíða eftir þessu sem ég útskrifast á meðan ég var að læra að fá að gera þetta, sko. Fer hann á næ 3. setinu. Svo fer ég náttúrulega árin áður og bara kallinn, sko. Skýt upp á bak bara. Þannig að ég fekk smá svona, tók mig breyk í ár bara. Það var bara flott, sko. Og hvernig fórstu fyrst? Hvað ár er það? Ég útskrifast þarna 2019 og ég hugsa að þetta hefur verið eftir COVID þarna. Það var hann að Sigurjón var alltaf kokkur á sem 3 ári röð út á COVID, sko. Ég held að það hafi verið þarna 2022 held ég. Já. Minnum mig, já. Það var fyrsta. Eða 21 mögulega. Gekja, og varstu þá komið með einhvers konar reynslu í svona keppnis? Já, ég er enda að tala með heppin, sko. Ég er með alveg frekar svona langa keppnisreynslu með stuttan aldur, sko. Ég byrjaði að keppa 2016, bara þegar ég nýbyrjaði að læra. Pappi dreifur mig hana, pappi er náttúrulega kokkur líka, sko, og hann dreifur mig hana í Global Chef 2017 í Kuala Lumpur. Þannig að þar byrjaði fyrsta keppnin í Kuala Lumpur. Já, í Asíu, náðum 7. sæti þar. Þannig að þar byrjaði kom Paddan, sko. Og ég er búin að keppa heldur mikið síðan. Og varstu þá að keppa með honum? Já, ég var svona komíinn hans, aðstofumarinn hans. Þannig að hann valdi litla guttan með sér í þetta. Já, bara geðvitt. Já, þannig að það var alveg geggjað. Það var dream come true að, þú veist, hann er alltaf ákveðið legend í bransanum að fá að vera með honum svona í hitanum einu sinni svona. Já. Hann var ekkert pabbi minn þar, sko, maður sá það alveg, sko. Hann var bara að keppa sjálfur, sko. Lét maður bara heyra að það var eitthvað, sko. Okay. Mjög flott. Og var það nóg til þess að smita þig? Var það... Já, þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að fylgjast með síðan ég fæddist, sko. Ég var hann ég held ég hef verið 1 ás þegar pabbi keppir í fyrsta skipti, sko. Og ég hann eitthvað starf skriðandi á gólfinu, sko. Ælæti í smekkinu og allt þetta. Já, í rauninni, sko. Skriðandi hann eitthvað starf sem ég á ekki að vera og eitthvað svona. Það hefur alltaf verið partur af mér ekkert í mann. Þannig að þú fæddist til þess að verða kokkur? Greinilega, en það var aldrei planið, sko. Ég ætlaði bara að fara á eitthvað fyllir í MS, sko, með strákunum, sko. Svo fyrir eitthvað slistni þá var ég ekki bara nógu góður í skóla og ég komst bara ekkert inn þar, þannig að... Svona á TikTok að dæma, þá virðast hann hafa það mikið náhuga á þessu. Já. Hún kom á TikToki með. Já, þetta er svona, maður reyna að vera smá Jamie Oliver í Ísland. Vantar ekki eitt svona. Vantar heldur betur maður. Þetta er mjög gaman að fylgjast með þessu. Já, mér svona fundið vanta, sko, í svona líka í bara sjónvarp og svona, mér vanta svona menta kokka í þetta gig. Það vantar bara klálega. Þetta er svolítið mikið af svona áhuga kokkum sem dett inn í þessi störf, sko, og mér langaði svolítið að reyna til að koma svona, þú veist, kokkinum að inn, en samt líka að vera skemmtilegur, þú veist, ég er ekkert í kokkagallanum eða, þú veist, fólk heldur kannski ekkert að ég sé kokkur þegar ég gera þessi vídeo, sko, sem ég fíla, sko. Það er ekki. Ég held að það sé mitt bara klálega eins og segir, það mætti bara í bara sjónvarpi á Íslandi yfir höfuð, mætti aðeins fara að endurnýja og taka sénsa og gefa þeim tækifæri, sko. Klálega, sko. Ég held bara að þetta hefur ekki virkað því bara, þú veist, það eru allir kokkar sem hafa farað inn, bara margir flottir, svo pabbi minn líka. Þú veist, mér finnst þetta alltaf, þegar alltaf reyna, að því kokkar reyna alltaf að vera, þú veist, kallinn, sko, gera bara flottast sem þeir kunna, eitthvað. Svo tengir heimafólkið ekkert við það. Nei, akkurat. Þú veist, það er kunnahópurinn í þessi vídeo, eitthvað, er bara fólki heima, sko. Já, algjörlega, ég meina venjulegt fólk situr og horfur á hérna Hell's Kitchen og eitthvað svona Gordon Ramsay stöf út af, það er aksjón og svona. En svo vilja þau bara fá eitthvað Jamie Oliver eða eitthvað svona rólegan, þú veist, Nigella og hérna, muni eftir hérna, hvað heitir hún, Rachel Ray? Já. Fór hún ekki í fangelsi? Nei, það var Nigella, hún fór í fangelsi. Sko, Rachel Ray, það held ég að það hafi verið fyrsta konan sem ég var hrifinn á, sko. Já, ég kom heim úr skólanum maður og þá var skjár einnig gangi Dr. Phil fyrst og svo beið maður spenntur eftir Rachel, sko. Já, ég man ekki alveg eftir henni. Þetta var að því að hérna réttinni voru svona góðir, eða? Já,
hún er svo bara svo fallið sál og svo skemmtileg, sko. Ég held að það Góð á pönnunni. En ég man eftir Nigella, sko. Hún var ekkert slægjum heldur, sko. Nei, þær voru svona einhvern veginn, maður tók svolítið eftir þeim. En ég heyrði ekkert þar, hún hefði bara endað í jailinu og allt í rugli bara, allt nýra á vegnum það. Já, var ekki Martha Stewart sem Martha fór í Stewart, sko. jailin líka? Hún líka, sko. Já, hún átti nú gott comeback með Snoop Dogg og Já, svona. heldur betur. Þetta er grjótart lið, sko. Já. En er það eitthvað sem að þú myndi vilja gera? Prófa að fara sjónvarpið og... Já, það er draumurinn, sko, þegar maður ég er svona búin að eyða senustu 8 árum í að reyna að vinna kokkur ásinn, sko, bara með reynslu og það var alltaf markmið, sko, því ég fór inn í kokkin að því ég kynntist þessum keppniskokkunum, maður ná að vinna þetta, fara í þetta, svo þegar það er komið þá er maður bara svona, já, sætlega, þú veist, hvað er ég að gera núna, sko, ég er náttúrulega gáð þess að bók hérna, þetta voru veisla, og þar náði ég svolítið svona kynnast öllu þessu veseni þegar kemur þessu markas, þú veist, ég kannast kannski við þetta núna að reyna að markasetja sig og miklu meiri vinna en að maður myndi halda, sko, og það finnst mér nefnilega mjög leiðilegt, sko, þannig að ég er svolítið búin að stoppa núna, en ég ætla svona að reyna fara meiri í þetta núna í sumar og reyna að sína smá frá, maður var að kaupa hann í íbúð og svona góða grillsvalir og svona, það er loksins komið svona, maður getur verið með þetta alveg flott, sko, en þú veist, ég er búin að vera núna í svona stúdíó bílskur, svona eldhús sem ég og pabbi byggum til, sko, það er ekki alveg nógu góð byrta þar, sko. Nei, sko, en að því þú talar um þessu markasetningu, sko, það er einmitt það sem maður er búin að sjá, ef þú ert ekki að markasetja þig, þá gerist ekki neitt, en leið þú ferða bara að setja, þú veist, á Facebook og Instagram og TikTok það bara leið þá bara sérðu strax bara, já, heyrðu, tölurnar hækka strax, sko. Þannig að það er ógeðslega mikilvægt en djöfullega mikið vinna. Já, þetta er, þú veist, þetta er líka að þeir segja allir það sama, þetta er bara consistency er þetta, sko. Það er bara klálega það. Maður verður að koma sér inn allstaðar og, þú veist, heyri fólki sem er með meiri follow og kollaba eitthvað svona, maður er ennþá bara kokkur, sko, maður er að tengja við þetta, sko. Já, maður verður samt að halda í það, maður. Það er selling pointið samt líka að vera kokkur. Þannig að maður er að reyna að hafa svona millivegin, hafa þetta þægilegt og skemmtilegt og fljótt, en samt líka koma með eitthvað sem þau ekki séð áður en geta gert. Það er svolítið svona markmið og líka með bókinni. Þú veist að allt í bókinni var bara einfalt og þægilegt og hendri og kortirinn, sko. Það var svona markmið líka með því, sko. Er þetta, hvers konar uppskriftir ertu með í bókinni? Hún heitir Þetta verður veisla. Þetta er svolítið bara svona, þú veist, kenna fólki að gera aðeins flottari veislu rétti bara, þegar við langar að bjóða fólki í smá partí bara, pinnamatur, þú veist, hvað er pinnamatur fyrir sumi fólki? Það er bara snittur með einhverju rækju og eitthvað, skilur. Þetta bara þú að vesti Costco eitthvað að pakka og hefði í ofnin? Nei, ekki alveg svo gott, en svona nánast, sko, en þú veist, þetta er bara, þú veist, þú getur elevatað allt bara með því bara, segjum sem bara með vöfflu, þú veist, ég er með djúbstekta vöfflu, þá er hún crispy, það sitt ég á það, nautatartar, þú veist, enga stund, mæju og yfir, ostur, þú veist, það er ekkert vandamál við það, en það lúkkar flókið, en þegar ég sýndi það og eitthvað svona, þá sér fólk bara, þetta er bara, tekur 5 mínútur. Þetta er galdurinn samt líka, er einmitt þetta að, þú veist, þessi litlu details sem að fólk sjá á veitingastöðum og eitthvað svona, oft er þetta bara ótrúlega simple stöf sem allir bara, þú veist, auðveldlega geta gert, en fatta, þú veist, þetta er miklu stærra þegar þú sér þetta og borðar þetta og svona, þetta er bara, wow, svo er einmitt triksi kannski bara að þú þarft að baka ostinn þangað til að vera crispy eða djúbsteikja vöffluna, eða þú veist, þetta er bara svona litlu detailanir, sko. Já, svo líka skiptir máli að sýna fólki að því, það sem ég segi alltaf, sko, eins og þegar maður er búin að keppa lengi, svona, það er alltaf nemaður og svona, biðja maður um uppskriftina og öllu og eitthvað svona. Þú veist, ég get alveg gefið hvaða legendi sem er, einhverja uppskrift, ef hann er ekki með aðferðina, þá virkar þetta ekki neitt, sko. Þú veist, aðferðin er númer 1, 2 og 3, svo fylgir uppskriftin. Þess vegna erum við kokkara, þegar við lærum að gera aðferðina áður en við sitjum saman hraðan. Og bara tækni, skilur, þetta er ekkert sem að þú færði ekkert tækni í uppskriftinni, sko, þú verður að prófa að gera þetta og svo verður að prófa að gera þetta aftur og nokkur sem við viðbót þangur til þú fær tilfinninguna og getur gert þetta eins og þetta á að vera gert, skilur. Það er einmitt að við förum inn í kokkamatreiðsluna, keppnismatreiðsluna, það er bara aðferðir. Þú veist, það er ógeðslega erfitt að koma sem nýr einstaklingur inn í keppnir í dag. Þetta er orðið svo mikið rugl, þetta er orðið svo flókið, þú veist, eins og með bara hver uppskrift er kannski einhver 1.000.000 atriði, en þú veist, svona lítið að því, skilur. Og þú veist, ég sé bara eins og með nýja meðlimi kom inn í landsliðið, þú veist, þau kom inn bara með sína kunnáttu á veitingastöðunum, svo sjáðu bara hvernig við erum að delivera matnum í landsliðinu með alla dítelina, þú veist, það er bara ekki séns að læra þetta overnight, sko. Þetta er bara það sem ég segi, að ég sé heppinn að, þú veist, að vera með alla þessa keppnisreynslu,
þú er búin að læra þetta fyrir stuttan aldur sko. Þú veist, þess konar hefur gengið svona vel að ég bara En þú hefur náttúrulega líka þá þurft að fara í gegnum það að vera aðstofamaður og byrja, þú veist, að fá að fylgja með og læra einhverjum öðrum áður en þú kannski ferð og stígur sjálfur á stóra sviði. Nákvæmlega, þú veist, þetta byrjaði allt bara, ég var að gera smart svo blessaði staður sem var geðveikur í svona 6 mánuði og svo fara allt niður Hverju skutinni? En þetta var svona flottasti staður sem ég unnið á ennþá í dag þegar þetta opnaði. Svo bara Bjarni Siguróli, svo bara glænýr nemi ég sko, búinn að vinna reyndar í hörpunni og gera snittur bara sem ég var 12 sko. Fæ loksins að fara að læra eitthvað. Þá var bara Bjarni Siguróli, vann kokkur ásins, fyrirliði í kokkalandsliðinu, Jóhann Nefi, einu sem hefur unnið, 2 eða 3 í röð, þú veist, algjör nagli sko, geggjaði kokkur. Þá var ég bara komin inn í þetta með þeim. Þeir koma mér svolítið inn í þetta. Þú veist, maður var farin að vinna með sósavörur, bara strax sko. Þú veist, ég var farin að gera einhverjar örbyggju svampa bara áður en ég lærði að, þú veist, skera graslauk sko. Þannig að ég lærði allt einhvern veginn öfugt sko, ég lærði bara allt ruglið fyrst sko. Og svo bara einhvern veginn fæ ég að, þú veist, Bjarni spurði mig einu sinni hvort ég vildi koma bara þrífa fyrir landsliðið einhvern tímann. Það bara, þá mætti ég bara og ég þreif djúpstekapottin og fór heim sko. Gerði staffamat, svo fór ég. Þú veist, þarna fekk maður ekkert að vera aðstoðarmann. Þarna vildi allir vera aðstoðarmenn. Ég fekk bara nei, að því Ísak Darrið, þú þekkir hann? Já, kannastu við hann kannski? Þú veist, hann var að vera að gera svona líka og hann fekk að fara sem aðstoðarmaður. Ég var skilinn eftir. Þá kom svona hiti. Þetta er eins og núna búin að, í landsliðinu núna, þetta er fyrsta skipti svona, sem er komið alvöru svona aðstoðarmanna lið fyrir 2-4 ára síðan, þá nefndi sig enginn. Það nefndi enginn vinnunni. Nei. Núna er þetta að koma aftur, þú veist, núna eru nemandir að sjá, þú veist, gullið í að læra, þú veist, að fylgja okkur, skilur. Það var það sem ég upplifaði. Já, klálega. Það er þessi juniorlið að koma að nýfaskið og þrýfinn. Ég meina, er þetta ekki bara alls konar? Jú. Er þetta ekki bara nemar hérna og það? Þetta er bara nemar og þú veist, það er ógeðslega mikilvægt fyrir okkur sem landslið að geta einbeitt okkur að gera matinn og aðstofamenn hjálpa við að píla og ganga frá eftir okkur og vasku, skiptir ógeðslega máli. Já, bara geðbilið máli. Þú veist, ég man bara fyrsta tímabilið mitt með landsliðinu, það var 1 aðstofamaður. Það bara, ég myndi ekki óska versta óvinum mínum að vera í því utan það að þetta sé bara frítt og þú ert í fríinu. Þar var maður bara búinn 2-4 og núna er maður bara búinn 4 á eðlilegum tíma og allir happy sko. Og enda gekk ekkert vel hjá okkur þarna 2020 sko. Nei, nákvæmlega, ég meina það er alveg áhugaður punktur sko. En hvað ætli að hafa breyst? Var það bara landslýsmennir sem að frekar hleyptu að öðrum eða er þetta þá frekar að nemandir eru meira að sækjast í þetta? Eða? Ég held þetta sé bara velgengni sko. Þú veist, það er búið að ganga vel, skilur, eins og bara, þú veist, Ísland er bara top 3 í heiminum núna. Þú veist, fyrir árum síðan, þá voru við aldrei uppi, þú veist, í 3. sæti. Þú veist, þá eru kannski að sjá, ok, þeir eru að vinna núna. Nú vill ég vera með. En kannski þegar maður er ekki að vinna, þá vill enginn vera með þér, sko. Eða koma að hjálpa. Og það er líka með þess að nema hjá okkur í landsliðinu að þeir eru hressir og þeir eru skemmtilegir, en það er samt alveg kraftur í það. Þeir eru allir að keppa á einhvern annan að meta titlingana. Þú þarft að vera karakter. Það er allir að reyna að keppa sjálfu sér og biðja hjálp og þú veist, það var bara kefst að aðstofa mig fyrir kokk ásins, skilur, og að vera með og akkurat. Þú veist, þetta er bara, það er ógeðslega gott að þetta er komið á þennan stað í dag að nemar vilja fara að læra aftur en ekki vera bara, hvað fæ ég borgað? Skilur, þetta er, þú mynd græða á sig endaði degi. Ef þú ætlar þessa leið, sko, þá verður þú bara að gera það, sko. Þá er þetta bara besta leiðin, held ég, að þú læri mest á því að fylgjast með þeim sem eru komin undan þér. Ég ætla bara að sé ekki eftir neinu. Ég bara var að vinna frítt bara fyrir alla þessa keppniskokka fyrstu 4 árin í náminu, sko. Ég bara svolítið týndi strákunum heima í Mosó og ég var bara, ef ég var ekki að vinna, þá var ég að vaska upp eftir eitthvað, þú veist, vigta fyrir eitthvað. Ég held að þú hefði grætt líka á því að vera ungur þegar þú byrjaðir, sko. Já, það er líka svona gull sem ég tek með mér, sko. Bara byrjað bara mjög snemma, sko. Ég var svo gamall að þetta hefði ég ekki tekið í mál. Það er ekki að ræða að ég hefði mætt einhvers staðar í 12 tíma að vaska upp og taka utan að grammeti fyrir einhverja konga, sko. Já, þetta er alveg geðveiki, sko. Þetta er geðveiki. En sem bara einhver pjakkur sem ætlar þessa leið í lífinu, þá er þetta bara klárlega leiðin. Og auðvitað hjálpar þetta líka með framtíðinni, þú veist. Þú ert búinn að segja svo við erum bara flottustu kokkar á Íslandi auðvitað sem er í þessu liði og þessi nemar eru að fara að biðja vinnu í framtíðinni auðvitað fá þau vinnu frá okkur við vitum hvað þau eru dugleg og líka þegar bara sem gerir sko það er hringt í mig, þessi er að sækja vinnu og ég bara, hver er þetta? Og hann var kannski í landsliðinu og ég man hann var duglegur
bara, já, myndi bara setja nafnum á hennan, skilur. Ég gera það bara til dagsins í dag, sko. Það er alltaf verið að hringja eitthvað og spyrja, þú veist, var þessi dúlugur nemi og maður bara, já, geðveikur, skilur. En ef þeir eru ekki, það er eitthvað stælega, þá bara, ég myndi ekki ráða, skilur. Maður er bara... reputation er bara svo mikilvægt í þessum bransa, þú veist, þetta er svolítið sjóara, þú veist að tala um eitthvað Bjarnar Hnefa, skilur, þetta er eitthvað svona Vestmanni eitthvað tal, skilur, þetta er bara svona, þetta er klíkuskapur, þetta er, þú veist, þetta er lítill heimur, lítill bransi og ef þú ert bara, eða skítalitaðir, þá finna hann allir, sko, þú veist, það er bara hann. Það er bara ekkert bullshit þegar kemur þessi. Sérstaklega þegar allir eru í fríinu sínu að vinna frítt. Það er bara ekkert bullshit þá, skilur. Já, og við tókum smá spjalli Snædísi, sko, og hún virkar alveg svona svolítið hörði í hotna taka, sko. Svona no bullshit típa, sko. Það er bara eitthvað sem er búið að vanta að sé eitthvað að taka almennilega á þessum hlutum sem við getum ekki gert, sko. Því, þú veist, það er ákveðið erfitt að vera að æfa og það er geggjað að hafa einhvern veginn svo hana sem er að bara bomba á verkefnin sem, þú veist, sem við þurfum ekki að koma nálægt. Þú veist, þess að bara græja hráefni, græja, þú veist, merch, skilur, þú veist, keppnisfatnað, bara keyra á það, skiptir ógeðslega miklu máli og það gerir lið, sko. Klárlega. Og við erum öll sátt með það, sko. Eins og ég sagði, ef ég fæ að gera mitt í friði, þá er ég sáttur. En leið og ég þarf að fara að gera eitthvað auka, þá get ég orðið svolítið erfiður, sko. Já, ok. Það leiðist mér svolítið allt þetta auka, sko. Já, þú vilt fá fókus á bara matinn og... Já, það er ástæðan okkur ég er þarna. Maður er að reyna að vinna og það er náttúrulega næsti draumur að ná gulli fyrir kokkulandsliði, sko. Já, það er næsta ári. Já. Það er geggjaði draumur. Já, góð draumur. Mér finnst það æðislega draumur. Við ætlum að mæta. Við ætlum að mæta maður til Luxemburg. Já, það verður stemning maður. En það því þú veist, senast við fórum það gekk ekki alveg nógu vel. Þótt að var 7. sæti, þá er maður samt ekki sáttur, sko. Nei, if you ain't first, you're last. Nákvæmlega. Ég lifi alltaf með þessu, sko. Það er bara 1 sæti, sko, það er 1. sæti. Já, auðvitað er geggjað samt að vera komin á þetta svið og ná upp á pall og allt þetta. Klálega. Og það bara fylgir bara, þú veist, aðstofamenn, gott fólk, styrktaraðilar með sigrið, það fylgir svona, sko. Já, klálega, ég meina það var tekið svolítið vel utanum þetta líka, fannst mér síðast á Ólympíuleikunum. Það voru bara með fjölmiðlamann með sem að vara, þú veist, halda öllum uppdatuðum minna heima. Kóngurinn, eina barða. Já, og það var ekki að verri endanum heldur. Og það var alveg buzz, sko, þú veist, fólk var að fylgjast með og það var alveg stemming í kringum þetta og það er mikilvægt maður. Það er samt svo magna hvað fólk veit ekkert að þessu ennþá í dag, sko. Það er alveg, mér finnst alltaf ég að fyndið, sko. Já. Fólk er alltaf að spyrja, er kokkulandsliðið til? Ennþá í dag. Þetta er alltaf í fréttunum og út um allt og... Að því að fólk sé bara fyrir sér svona ömmulæri í svörtum potti, skilur er þetta bara, hvað þetta fljótur að gera lasagna? Skilur. Það er bara eðlilegt. En þetta fyrir mér er þetta algjör steipa, sko. Já, þetta er líka fyrir mér, sko, en þetta er bara svo gaman, sko. Það er bara að vera í svona keppnisbúri er bara besta tilfinning í heimi, sko. Það er bara, ég get ekki list í, sko. Já, við hefum rættum þegar við vorum að tala um Snædís og fekk ég mitt svona hún málaði þetta upp ágætlega fyrir mann, sko, með þetta, þú veist, að þú byrjar og það er svo langt í þetta og það er svo löng og strempi ganga og svo er þetta bara svona eitt moment. Þetta er bara svona eitt moment, 1-2 dagar, skilur. Já. Og bara öll vinnan fyrir þetta eina moment, sko. Bjórin eftir á maður, besti bjóri í heimi, sko. Og hvað þá, sigur uppvask, sko. Það er önnur tilvíðin líka. Eins og núna kokk á sig, ég held að það tekir bara skemmt uppvask lífsmín, sko. Það er náttúrulega svo mikið drasli fylgir þessu, maður bara með medalíðan að vaska upp daginn eftir, sko. Geðu, sko. En að fara að vaska upp eftir tap, sko, það er alveg horror, sko. Já. Okay. Þannig að það er margt skemmtilegt sem fylgir þessu, sko. Nú er ég með pælingu, sko, því að kokkur ársins, þú byrjar að keppa og svo kemur ljós hverju komast áfram og þá hafið, þú veist, fáið að vita hráefni, hvað hafið langa tíma frá þið fáið hráefni og hvað þið hafið til að vinna með áður en þið eru að skila matseðli? Sko, eins og þetta var, þá stóðu við þarna fyrir framann og bara hráefni sett, skilur, og við fáum að skoða myndir að því. Svo fyrir við bakur með dómarunum og þeir eru bara svona að segja okkur í rauninni hvað er hérna. Bara með lista, þú veist, þetta er hérna. Svo bara upp á skrifstofu og 40 mínútur við sátum bara allir við borð, bara svona skólastofu og svo erum við bara í notes bara skrifa matseðil, skilur, eða vörd bara skrifa matseðilinn og við höfum 40 mínútur að við þurfum að skila því á Gmaili svo þarftu bara live with it, sko. Það er svakalegt. Já, þetta er alltaf ég að fyndi, sko. En þú veist, ef maður er ekki búin að gera þetta nokkur sinnum, sko,
En þetta samt, þú veist, Þetta er viðbjóður af því fyrst, að- sko. sérstaklega því ég mynda mér ykkur alla. Þið eru allir, þú veist, í landsliðinu og þið hafið tíma, þið eru svo mikið að pæla í öllu og það er svo langa tíma til að fullkomna það sem þið að gera Já. og svo allt í hennu bara, heyrðu, 40 mínútur og svo hef ég bara þangað til að morgun til að æfa mig, skilju. Já. Þetta er ekki tími, þú þarft að, þú veist, Þú ert líka að hugsa allt bara eins og með bok choiið bara hvað er ég að fara að gera við þetta? Það er ekkert hægt að gera við það, sko. Nei. Þú veist, það er annarkvort bara borða svona beint úr pókanum Já, eða bara steikja og það er ekkert annað hægt. Þú veist, maður er bara svona, hvað get ég gert? Og svo er náttúrulega regla nummer 1, 2 og 3 er að það sem ég hef lært svona, þú veist, ég hef bara brent mig á og svona, þú veist, ekki gefa of mikið. Þú veist, bara ekki skrifa, þú veist, reyktur þoskur, skrifaði bara þoskur Já. og ef það feilar að reykjan skilur og dómarinn er bara, ekkert reyk bara það var bara, Já. það var bara mínu sko. Þannig að það er líka tricks hvernig þú skrifa matseðilin því hann gildir alveg 10%. Sérðu, þetta er svo flókið maður. Þannig að þú ert kannski bara, þú veist, Nei, ekki ef þú kannt þessi tricks. Það Ég er veit ekki það, það. en þetta er samt svo mikið til að pæla, hann kemur reynslan inn. svo segir kannski bara poacher að egg eða eitthvað, svo bara síður það í döðlur og það komið upp, þú veist, spylex skilur, það er bara að þú skrifaði poached. Já. Þannig að matseðilin hjá mér var helvítið þurr sko. Þetta var alveg bara þoskur, boktsjói, þú veist, maður er bara, ég ætla ekki að brenna með þessu sko. Það var bara ekki sens. Nei, ég man ekki, ég fekk bok tjói á sveinsprófunu mínu, sko. Ég held að það síðast skipti sem ég held að, sko. Já, við vorum bara eitthvað að steikja þetta dót. Svo fekk ég mínus auðvitað bara, já, það náttúrulega gerður ekkert við boktsjóið. Maður bara svona, hvað? En það er miklu betra að gera ekki neitt við það. Heldur hún að elda það og það er bara eitthvað skrítið, skilur. Þú veist, það er líka svona grillað við dómgæsluna. Stundu þarf að gera eitthvað aðeins verra heldur hún að riska því að klúðra eitthvað, sko. Það er líka svona hluti sem maður er að pæla í, sko. Já. Ég hef bara marinir og sett í vakum og þú veist, eitthvað þannig. Já. Kannski súið það. Boktsjóið? Bok tjói samt, sko. Þú veist, Já, bara að fá mariningu í, þú veist, draslið. Það er alveg velit. Ég brendi það bara. Já. Svo voru bara eitthvað, brent, þetta er svona svo kórendir. Sumi fíla boktsjói og sumi ekki, sko. Ég fíla grilla boktsjói, sko. Þetta er bara eins og með allt maður, þú gefur 2 kokkum að borða og einn elskar og hinn hatara, skilur. En svo ertu náttúrulega með 10 kokka. Það er ekki sens að allir fílið þig, sko. Þannig að bara, þú veist, þetta er ógeðslega mikið bara rúlletta, sko. Það er svona keppnir, sko. Og vita er hjá hverjum þeir eru að smakka. Já, rauninu. Það er að erfiðasta við Ísland, sko, að þekkjast allir, sko. Þannig að þú ert búin að láta einhvern heyra, þá ertu bara, þessi guð. Þess vegna hefur líka, það er líka sem ég hef bara verið góður við alla og alltaf verið góður. Það hlýtur að koma inn. Þú varst góður við alla. Hann hefur borgaði mig í vasan. Góður við alla. 500 kall. Helvítið ódýrir maður. Já, þetta er ódýrir dómar. Nei, þú veist, það skiptir líka máli hvernig þú haga þér, sko. Þú veist, auðvitað. Þú bara, eins og ég bara hef alltaf lært, bara fara, taka í spaðan öllum, þú veist, spjalla við alla dómarana, þótt að skiptingu máli, það skiptir á sammáli. Já, algjörlega, ég meina ef ég myndi ekki þóla og var að dæma, ég myndi alltaf lauminu mínus einhvers staðar, sko, það er bara hannig. Ég er bara, ef maður er heiðalegur. En þess konar eru, þú veist, dómararnir þannig að þeir megi ekki þekkja neitt, eða svona, þú mátt ekki hafa unni með honum og þú mátt ekki dururur. Og gengur það upp, eða? Er það? Já, en þú veist, auðvitað þekkjast allir hér, skilju, þannig að það er bara eins og þetta er. En ég meina, ég hef tapað 2 svar áður líka, sko, þannig að, þú veist. Sko, nú er maður líka þegar maður horfði á okkur upp á palli, sko, þá var maður svona, já, þeir eru 3 þarna saman í landsliðinu. Var ekki gremja þarna á milli, eða var ekki... Nei, alls ekki, sko, alls ekki. Það var bara, auðvitað er, þú veist, alltaf maður tapar og fyrir maður í fílu í smá og það er regla innan við íslenska landsliði, saman hvað gerist, þá farið þið bjór með öllum. Það er bannað að vera heim. Já. En svo er bara stemning, sko. Þeir hugsa bara eins og ég tekið þetta bara næsta ári, sko. Þú veist, það er engin gremja á milli okkar, sko. Nei. Það er bara ekki séns. En ef þú vinnur kokk ásins, ertu þá að fara í einhver aðra keppni? Já. Nú fekk ég keppnisrétt í Nordic Chef. Já. Sem er í helvítis herning á næsta ári. Ég er einhvern veginn alltaf hana. Okay. Raskat alheimsins, sko, herning. En ég vann Nordic Young Chef keppnina 2020. Þannig að ef ég myndi vinna Nordic Chef, þá er það alveg svolítið hjúts að hafa náð bæði, sko. Sem gefur mér smá svona drifkraft í að massa þetta líka, sko. Það var helviti cool að vinna bæði, sko. Hvað ertu gamall? Ég er 25. Já, það er bara... Ekki Unglamb. Bara eftir að dræða þetta kallinn bara En ég meina nú ertu hvað 25 og búin að vinna ansi mikið og keppa ansi mikið og búin að vera í landsliðinu hvað síðan í 2009 6 ár, 2020 var í Bókustór hérna þegar mér var búið að fara inn fyrst sko.
Já, maður búinn að gera mikið með ungan aldur. Það bara spurning hvað maður fyrir að bralla, sko. Já. Þú ert að komast í sjónvarpið. Já, það bara vonandi stay tuned. Það einn daginn vonandi, sko. Mér skilst að Ívar sé að þú veist, það ekkert víst að hann haldi áfram þar, hann kannski frá YouTube, þannig að myndast pláss fyrir hann til að komast. Já, ég væri til í, sko, það sem mér langar að sjá, mér langar að sjá íslenska kokk í svona Bourdain þáttum, senda einhvern út, labba í hérna. Það búið. Hvern? Davíð Örn. Já, hérna kokkaflakk. Já, Nei, ekki hann, hérna sem bjó í París. Var hann ekki hérna, eitthvað smakka eitthvað krydd og eitthvað? Var hann ekki bara í Íslandi? Nei, ég veit ekki. Ég rámar ekki við þetta. En ég veit til í þetta, sko. Já, labba í eitthvað svona, þú veist, skrýtnum stað og setast eitthvað stað. Var ekki Maggi Texas líka í því? Já, gúmitrið. Já, ég var til kannski aðeins meiri framleiðslu. Já, ég var mjög til í þetta, sko. Það er bara spurning hvenar og hvar, sko. Það er bara tímaspursmál. Sko, þú ert bara að taka og búið til pitch, búið til hugmynd og mæta með handrið. Maður er alltaf að hugsa eitthvað, en svo ég enda þau degi, ég segi alltaf að ég sé svona letingi með metna, sko. Mér langar svona, það sem mér langar mest í heiminum er að vera að gera ekki neitt, sko. Ég elska það, sko, þetta er magnaði að maður hefur nefnt þessu öllu, sko. Ég tengi svo mikið við þetta. Þú veist, það er bara, draumurinn minn er bara að setja eitthvað staðar og gera ekki neitt. Ég er bestur í því. Við erum nákvæmlega sama draum, þið tveir, sko. Hann var einmitt að lýsa þetta bara einum daginn, sko, því ég er gamall, þá var ég bara að vera með glerun alveg út í enda, sofnaður í sófanum og bara með blaði hérna, þú veist, klukkan 4 á daginn. Já, það er ákveðin draumur. Ég er líka bara, þú veist, ég gerði mér fullt af markmiðum þegar ég var yngri og maður er eitthvað svona eldaði, samt er svona, maður, fuck, þetta er næst, skilur. Já. En ég held að maður aldrei sjá eftir því samt þegar maður eigi, þú veist, maður eigi að reyna að kæða þessu hugsun aðeins, sko, maður eigi að frekar að reyna að kýla á hlutina og vera óhættur. Ég er góður í því, sko, þetta er svona draumur hjá mig bara að ná að chilla og gera ekki neitt, sko. Já, það bara að vera að loka markmiðið, að vera bara í Ítalíu með smá hvítt. Það er ákveðin draumur, sko. Þú vilt ekki bara taka við einhverju hóteli og vera bara að stýra einhverju dæmið þar og yfirkokkur á... Ég er ógeðslega erfitt með að svona festa mig niður, sko. Þú veist, eins og núna, þú veist, mér finnst mjög skemmtilegt að það er ógeðslega fyndið líka að hafa unnu kokk ásis og vera svo bara fór ég á mánudaginn að selja blöndunartæki, sko. Það er helviti fyndið, sko. En þú veist, það er mér ógeðslega gaman og ég fæ svona horfa nýtt inn á við svona ekki bara vera í eldhúsinu en kynnast líka, þú veist, eins og að selja og tengjast því. Ég held að það sé líka bara gott fyrir framtíðina á mér að kynnast þessu, sko. Hvernig, þú veist, þarna megin ég veit ekki að gera hann virkar, sko. Þannig að ég er bara, þú veist, hef mjög gaman að því og svo er maður bara búin 4 og þegar maður er vanur að vinna til 12 þannig að vinna maður í 8 tíma þá er bara þá er eiginlega ekki aftur snúið, sko. Það er svolítið þannig þá get ég bara fara að gera sér kokkavídeó en það er náttúrulega líka bara spurning, sko, hvort að þetta sé bara einhver blanda sem líka geti hjálpaði mikið bara með landsliðið og allt þetta, þú veist, að vera í þessari venjulegu vinnu og mæta þá ferskari til leik, sko. 100%, það var svona það sem gerði, sko. Ég var náttúrulega á dill áður en ég byrjaði hérna í Fastus var R&D þá bara vann ég við að búa allir rétti fyrir Gunna, sko. Það var mjög skemmtilegu tími, sko. Það var bara, maður mætti inn á skrifstofunum og hann bara gerum harfisk dessert það bara að vinna mín að búa það til, sko. Þannig að það var svolítið gott fyrir hann líka að geta bara sagt eitthvað út í kosmosi og svo hendi ég eitthvað svona svo var bara smakk og svo fór á matseðilinn svo kom bara næsta hugmynd og ég var í landsliðinu á þessum tíma og vinnan basically bara dill 4 dagar vikunar, 15 tímar, 15-16 tímar, svo bara landsliðsæðing. Þannig að ég hafði engan tíma fyrir neitt nema að vera í eldhúsinu og það var líka ástæðan okkur í tapaði þannig að kokk ásins, sko. Ég reyndi að gera mikið í einu, sko. Og þá þurfti ég svolítið að hugsa, sko, hvað vill ég gera? Vill ég halda áfram að mér leið bara svona, fara hann í leið illa og spyrja fólki í landsliðinu, ég var bara fílupúki, sko. Já, kannski bara að brenna út, sko. Já, ég var eiginlega að brenna út bara með ungan aldur, sko, og ákvað bara að fekk hann að búða að fara í Fastus, tók það bara, tók mér frí ár frá keppnum eftir Ólympíuleikana, tók mér ári frí, enga keppnir, var ekki búin að gera það bara síðan 2016, sko, og svo bara náði ég að mæta núna, bara feskurinn í nýtt landsliðstímabil og kokkur ásins og veist, bara þetta ár var bara mjög mikilvægt að slaka þess á, sko. Já, ég trúi því. Það er ekkert grín að vera kokkur heldur, sko. Þú veist, þið þekkið þetta. Já,
þú veist, það maður Botlaus vinna. Já, fyrir hvað, þú veist það held ég að sé fyrsta spurningin sko, bara ef þú spyr sjálfa af hverju ég að gera þetta og svarið ekki neitt, þá ertu að gera eitthvað vitlaust. Nákvæmlega. En ef þú ert að, þú veist, vinna hérna til dauða og þú spyrði af hverju ég að gera þetta og það eitthvað svar sem þú sáttu með, þá það þess virði, skiljur. Ég spurði mig bara, þú veist, ég að fara fá klapp á bakið þegar hann gamall og illt í fótunum bara döða þessu flottur að vinna svona mikið þú varst tvítur 52 í grindinu býta aðeins eftir af hann ég náttúrulega svona lélegur löpparum líka og svona þannig að maður þurfti bara að hugsa sinn ganga eitthvað neginn og ég valdi þetta og það hefur gengið vel svo far svo spurning bara hvað gerist sko. Já, ég held að líka hugafar sko, kokkas ég bara almennt að búa að breytast mikið sko. Þú veist, fyrir held ég 15-20 árum þá varstu bara aumingi eða þú fórst í mötuneyti eða í sölumannin eða eitthvað sko. Þá varst ekki maður með mönnum að gefast upp á þessu sko. Svo í dag þá þetta allt meira og minna bara einhverju gaurar okkar aldrei sko. Ég veit að þú veist eins og það bara flestir bestu kokkar á Íslandi í dag í mötuneytum sko. Það bara sorgleg staðreind en það allir bara fannir að velja. Já, þetta bara það líka gott bara betur borgað. Tímasetning. Það er það sko. Já, það líka bara lúksus líf að eiga líf sko. það bara þú veist að mæta í vinnuna og fara heim og geta ennþá tekið þátt í lífinu sko. Ég byrjaði í gólfið leið og ég fór að vinna til 4 sko. Strákarnir komið langt undan mér sko. Bara að vera úti í 4 tíma það bara geðveikt sko. Þú veist, maður bara þegar ég fór hérna fyrst, bara tók hring maður bara, ég ekki búin að vera úti ekki að tína jurtir bara þú veist, ég veit ekki bara sem ég var krakki, sko, maður var bara úti eitthvað með einhverja gólkillur, geðveikt sko. Þá maður bara, verða aðeins að fara að breyka, sko aðeins, prófa eitthvað annað, sko geggja, ef maður búin að vinna fyrir þá verður maður að fá að njóta líka en svo líka best við kokkin og þetta svona, eina stjettin sem getur alltaf að fara aftur, sko þú veist bara allt skiptir ekki máli hversu gamall þú ert eða hvað þú búin að gera þú kemst færið alltaf vinnu í eldhúsi sko. Þú veist það bara ein stjætt fyrir neðan kokkin ég gangst þitt var það ekki þjóna? Ég ætla ekki að segja það ég var að bíða eftir því en já, ég meina þetta samt þjóðfélagmaður já, ég veit að þetta gaman ég sé ekki eftir neinu sko maður bara kynnast, það bara En hvað þitt take á landsliði núna? Hvernig líst þér á þetta? Herru, bara mjög vel sko. Ég held að reynslumiklir. Þetta náttúrulega bara, þú veist, þetta búið að vera bara, 20 ár á kokkum að búa til þetta koncept sem við erum núna sko. Við erum loksins farin að sjá í toppinn sko, sem búið að vera erfitt. Þú veist, pabbi var í landsliðinu í 20 ár og þú veist, þeir náðu aldrei 3. seti eða en þeir gerðu allan hennar grunninn þú veist, ég vil ekki sjá hvað þeir voru að æfa í gamla daga og hvernig þetta var, hversu erfitt það var engin grunnur og ekki neitt núna bara við erum bara eins og eitthvað prinsessur annað sko, við fáum allt sem við viljum og það allir til að standa í baki á okkur og veistu svo fyrsta æfingin núna eftir Ólympíuleikana það var fyrsta æfingin sem var allt bara í lagi auðvitað ekki keppnis í lagi en þú veist, það var ekkert eitthvað svona vond eða ekki lægi eða lúka ekki vel það var bara svona að við náðum líka að halda tíminu sko þessu versta hefur gest sér á landsliðin að eiginlega eftir hvert tímabil þá hætta alla á svona 5 eða 4 kom alltaf 9 inn þannig að landsliði hefur alltaf verið að byggja sig upp og nýtt en núna náðum við að halda sama liði það lítur bara helviti vel út eða verið að segja svo sko. Ég held að sé bara heilstiftasta lið sem við hefum haft svo far og líka með aðstofamennina sko. Það bara geðveikt sko, ég get ekki líst þessu öðru sem það sko. Það geggja það. Og þegar þið mætið svona eftir keppni, hún mætið á fyrsta æfingun og svona, eru við þá að bara henda öll í rusli og byrja upp á nýtt eða eru það að vinna svolítið í kringu það sem þið búin að læra? Það var svolítið ákvörðun sem við tókum að reyna bara að gera þetta eins svipað að við vitum þetta er besti matur í heiminum, af því við töpuðum ekki á matnum. Við töpuðum bara á einhverju rugli öðru rugli sem kom okkur ekki svona við sko. Þannig að þú veist stegalega séð, þá vorum við með allt besta matinn sem ákveðið sigur sko. Þannig að við vitum bara, við þurfum bara að gera það eða svipað, láta líta öðruvísi út, skilurðu, reyna að halda þessu eins, það er líka, þú veist, að taka 1 trilljón æfingar og reyna að gera alltaf það sama, það er líka trikki sko, að því
pallettan fer bara að breytast og bara eitthvað sem búið gott geðað lengi bara orðið skrítið að þið koma ógeðaði sko. Skilur, það líka trikki sko. Eins og hann með nautalundir alveg hún á. Já, ég meina það góð punktur sko. Það einhvern veginn, eins og segi, mér finnst alltaf magna, ég alltaf einhvern veginn að fá nýja vinkla í þessu sko, þú veist, og ég hef aldrei stigið fætin í keppniseldu sko, en bara alltaf, það alltaf nýjir hlutir sem ég að segja, já, það að pæla í þessu og þessu, eins og að búin að smakka saman hlutin 100 sinni, þá náttúrulega hann ekki eins góður og smakka hann alls ekki, þannig að það er svo versta sem þú gerir þar að fara að breyta eitthvað sem virkar þannig að það er svolítið stundum bara svona verðum að halda þessu út núna því við vitum að þetta besti keppnismatur í heiminum sem við gerðum senast það er bara einhvern veginn að halda það áfram sko, halda hausnum og halda öllum góðum sko, það alveg langt í þetta sko og eins og með kokkana, það veit enginn hvort eitthvað sé að fara að flytja til Danmörku og fær eitthvað að vinna og fá lifetime eða maður veit aldrei með þetta sko. Akkurat, þannig að það er bara að vona allir haldi sér og ert þú ennþá all-in? Ég alltaf all-in ég mun ekki hætta fyrir að fæta gull sko. Nei, ekki það bara eitthvað svona sem stendur með mér sko, eftir að pappi var í þessu lengi og ég var lengi að fylgjast með honum og langar bara að gera þetta fyrir alla sem hafa verið í liðinu sko. Ég held að þegar það kemur inn þá held að þú veist við munum öll fagna þessu saman sko. Þótt að allir sé að langt síðan allir hættu sko. Það lögðu allir einhvern grunn í þetta sko. Já, ég fór hérna og horfði á okkur ólympíuleikum og var með hérna Úlfari eldri og þegar það var að tilkynna hérna sigurvegarana það er svo fyndið, þú veist, ég rekt inn í þessu sko. Þannig ég þekki þetta ekkert almennilega, þetta var bara fyrsta skipti sem ég var að sjá svona en hann búinn að vera að fylgjast hann náttúrulega var að keppa sjálfur Úlfari gamli sko. Þannig að hann var með allt á hreinu alla söguna og hverju voru góðir og hverju ekki þannig að þegar að hverju voru ekki finnar sem unnu eða eitthvað þegar þeir unnu þá var allir bara nema að heyrist Júla bara stóð upp bara unnu þeir maður og alveg bara þetta var bara, hann var svo steinhissa því að þá fór hann að segja með það veist, að þeir hefði aldrei náð neinum almennum árangri aldrei unni neitt og eitthvað svona þannig að þetta menn, þú veist, hann mun aldrei hætta sko. Hann búinn að vera í þessu og þetta mun alltaf fylgjónum sko. Þetta fylgir þessu og pappi ennþá í þessu, hann kemur alltaf að dæma fyrir, hann dómari úti sko. Þannig að hann líka, þú veist, ennþá í þessu sko, og líka bara margir þessu bestu kokkum á Íslandi, þú veist, Gunnugalli og Þráin og allir þeir voru allir í þessu þegar maður horfir á það, allir svona mest successful kokkar á Íslandi hafa einhverjum tímapunkti verið í landsliðinu keppt úti með þeim sko. Þannig að, þú veist, þetta er bara geggjaður grunnur sko. Já, það er bara þetta kennir líka bara aga þú veist, hvernig á að fara með flott hráefni, þú veist, helst allt í hendur einhvern veginn enda þetta sko. Þú ert eftir að taka dómaraprófið, eða ekki? Ég er búinn að taka það. Ertu búinn að taka það? Já, ok, ekki lengi að þessu. Nei. En ég er samt ekki búinn að dæma neitt sko. Það er lengi útrunni sko. En áttu drauma að opna stað einhvern tímann? Já, þetta. Ég held að ég ekki allir það. Nei, ekki ég. Nei, Jú, pulsustand. Ég myndi ekki óska vest á óvinum mínum að opna veitingastað í dag. Nei, ég er að segja það, þú veist, og bara sko, ef ykkur hlusta hérna og ætlar að gefa mér veitingastað, þá tek ég því, sko. En það er kannski svolítið langt í að ég fara eitthvað ít á það sjálfur, sko. Já, þetta held ég að sé helvítis bras. Já, en ég, sko, þú veist, eins og ég var í Köpen núna. Þegar maður fer í Köpen, þá kemur maður heim alveg horny as fuck, sko. Fórst á hérna Punk Royal? Já, ég fór á Punk Royal. Það er draumastæður minn. Það var númer 3 hjá mér, sko. Ég er ekkert, ég er búinn að vinna á eitthvað svona missilistöðum eitthvað. Ég fíla það er ekkert, sko. Ég fíla þetta, að þeir sem gera grína þessu. Svo er ég bara til í samlokustæði og svona. En Punk Royal var eitthvað annað, sko. Það er bara mér helsti draumur. Ef ég ætti að velja einn stað í heiminum til að fara að borða á morgun, þá var það hann. En svo er maturinn þeirra bara 2-star level, sko. Þú veist, það kom mér á mest óvart hvað maturinn var mjög góður, sko. Já. Með allt ruggli sem var í gangi. Já, með voru ekki bara menn að bera rofan og... Jú, maður mætir inn og það er bara reykvélar, bara kokkarnir, bara, þú veist ekki hver er þjónn og hver er kokkur, sko. Og svo byrjar ég bara, færi bara alla hendina á kaviar og vodkaskott. Sko, ég mæli hendur ekki með að fara seinasta daginn í fyllirísferðinni þannig út að borða. Ég myndi fara fyrsta daginn. Ég á svolítið bumbult fyrstu dagana, það búið að vera svolítið brekka, sko. En svo bara, þú veist, erum við búin að borða dessert eða eitthvað, þá kemur þjónninn allir bara, hann er á nærbuxunum. Hann vildi ekki bara bleita fötin sín hann var á nærbuxunum að hella víni og svo tók hann félagið mér úr ofan og bara vaksa á bringan og vaksa hann bara fyrir aðrétt, skilur þú veist, þetta er bara eitthvað, þú veist, maður hugsa það var gaman að hafa þetta í Íslandi en heilbrigðiseftirlitið myndi bara loka staðnum á nanosekundum.
Þetta einmitt, þarna ertu komið með surprise, sko. Ég held að fara hann að 10 sunum að það aldrei sama steipan í gangi. Nei, ég hugsaði líka að, þú veist, pældi ég að vinna þú veist, laugadagur það er hádegi, 6 setning og 9 setning og það eru allir í gír alltaf og alltaf, nú fer ég úr fötunum nú er hann að fara að taka skot út dildónum og kokkurinn fara að raskella þess að stelpu þetta er bara algjör geima síra í gegn en svo eru, þú veist, hlutirnir sem eiga að vera í lagi í lagi þarna þú veist, það er hreint þarna inni þú veist, maturinn er drullu góður eldhúsið er spot on þú veist, það vitið ekki allir en yfirkokkurinn hann keypti í Bóku Stór, sko okay. Þú veist, þetta er bara svona gaurar sem voru að vinna á Michelin-stöðum fengur bara ógeð en elskuðu að gera matinn og fóru bara fuck you þetta er bara rock'n'roll þetta er bara old school rock'n'roll bara algjör stemming svo er þetta með þess að komi í 3 staði núna þetta er í Oslo, Svíþjóð og Köpen ég mæla eindreið með þessu sko ég áttur að fara með rétta fólkinu bara þetta er bara það er geggjuð ölsing fyrir þennan stað já, það er bara íslensku kokkur að vinna þarna Köpen, Steinar að vinna með honum á grillinu ég er bara, ef þú ert stemmingsmaður þá ferðu þangað, sko já, þú ert að leiðina þangað, greinilega ég ferðu þangað, alveg klálega þetta er must do in Köpen Varst þú eitthvað tíma grænmetisæta? Nei, ekki ennþá okay. Aldrei orðið það Nei. Ég er kjötkall, sko en ég fíla alveg grænmeti, sko ég gæti það alveg, held ég, sko ég bara aldrei þurft að gera það Nei, maður þarf þess ekkert Nei það er bara svo leiðis en grænmetisréttir er alltaf pantaðu alveg á okkur svona en ég verði að fá mér ribba í stundum, sko já Heyrðu þetta? Heyrðu þetta, Bjartur? Ert þú grænmetisæta? Nei Þetta er kjötkall algjör kjötkall mikil kjötkall Við erum saman í liði í ribbaðinu Já Ég vil ekki sjá þess að nautalönd, sko Nei. Það er bara ribba og eitthvað svona dótari og raskat á mig, sko Já, ég er sammála Ég er sammála, ég er búinn að éta yfir með einhverjum nautalöndum Ég held að nautalönd sé bara leiðilega þess kjöt bara Svo fórum enn að súfía Það er glæpur fyrir mannkinn Þetta geti ekki verið verra Það er bara alveg Soði nautalönd sem er smá steikt á utan Já, þetta er gali, sko Fyndið þetta svo í tímabil, sko Það er allir hættir þessu núna, sko Nei, reyndar ekki Nei. Þú þarft að fara bara aðeins út á land, sko Já. Ef þú fer á hótelin út á land og svona þá lendur í einn og einn, sko Munið ekki eftir kallinu sem þetta súvita lambaskrokkin í heitapottinum Það sáðu það ekki? Nei Það var eitthvað rosa flottur kallmaður upp í bústæði keypti sér skrokk Það var hann að tók bara ruslapoka teipaðan svo bara er ekki potturinn 53 ára og beint honi hvað ætlar að taka landið við setjum þetta alltaf upp á dagilina í Veiðhússon svo ég þar bara já, hvað bara 80 bara já, mikið kalkun eitthvað ég er endar á súvígræði, sko ég nota hann í fyrst ég bara nenni ekki að sitja sko súvit er í all four, sko ef þú veist infjúsa og elda langtíma og eitthvað svona en annars læti það bara vera, sko ef þú þarft þess ekki þá notaði ekki, sko ef þú ert með lítið, ef þú ert í heima eldhúsi og ert að fara að vera með þorsk fyrir 15 manns þá er alveg þægilegt að vera búin að súfið hann, sko já að setja hann bara onni vatnið og svo bara tortsa hann smá og þá ertu bara komið fína fisk, sko já en í réttum aðstæðum þá er það alveg næs já, þetta á að nota þetta það þarf að nota þetta en ef það þarf ekki að nota þetta þá átti ekki að nota þetta það er svolítið hann, sko ég verð reiður þegar ef ég fæ súfið að nautalönd það slöknar á ykkur það er bara ekki lífsvilja Samme lambafili sko, ég ætla aðeins að benda þér á að hérna, þú veist, þegar þú ert að elda pulsu þetta er svona hálfpartin eins og súfía, sko þetta er bara ekki að sama þú náttúrulega hita bara på pulsu, hún er elduð já, en þú ert að setja þetta í vatn og þetta er í einhverju görnum og drasli, þetta er bara hálfpartin að súfía fas þú súfía bara ekki hvað sem er þú veist, ef ég er með kjötfarsbollu skilur, ég hendi henni bara í vatn og síðana og það er ekkert mál sjálfsög. En þetta er ekki, þú veist, sama Jón og séra Jón skilur Nei ég skal segja þér alltaf það nákvæmlega og hvað er svo næsta dagskrá hjá þér? Er eitthvað plan? Herðu, já, ég er í svona nokkur skemmtilega verkefnum núna eitthvað svona sem er bara stay tuned bara maður er alltaf eitthvað að böbla eitthvað hér og þar svo ætla ég að kíkja smá í Veiðhús og
Okay. Aðeins að taka svona auka, maður alltaf til í smá auka penning, sko. Já, þið fáið náttúrulega smá sumafrí núna í landsliðinu. Já, það alveg gott sumafrí, sko. Það alveg júní, júlí, byrjun ágúst, sko. Já, nýta fríið og vinna meir. Já, ég held ég sé bara búin að vera alltaf mikið í fríi, sko. Þannig að það sko væri bara, ég tek bara hérna mánuði viðhúsi bara. Já. Nú fór hann upplöða saman ég sko, vera alltaf í hennu frí alltaf á rauðum. Já, það þetta, herru, seinustu 2 vikur og það var sturla næs. Þetta bara einhver luxus sem ég vissi ekki verið til. Ég veit þetta geðvikt, sko. Magna, sko. Ég var líka bara í vikunum, engin rauðdagar í þessari viku. Það að versta. Bara fuck, þeir vinna 5. Tróðu svo öll á sama tíma, svo maður svo góðu vanur sem bara byrja rauðunuleikin aftur. Djöfull, það vinna alla dagar í vikunni. Þú hvenær þessi Nordic Chef keppni? Hvað þetta langt? Held sé í mars á næsta ári. Ég hugsi ég myndi byrja bara að æfa í janúar, sko. En þú getur ekkert nýtt það sem þú ert að gera í landsliðinu í það? Jú. Ég kom með svo mikið, svona, hvað ég segja, púðri í byssuna, sko, að ég get svona, þú fær náttúrulega ákveðið hráefni nokkru mánuðum fyrir, sko. Já. Og þú veist, maður bara svona kann alveg að æfa sig almennilega núna, þannig að ég veit eiginlega nákvæmlega það sem ég að fara að gera sem mjög góð tilfinning, sko. Og náttúrulega búin að vinna þetta áður, sko, í junior að maður bara passa sig ekki að vera ekki á kokki eins og sumir lendi í og bara halda sér á jörðinni og gera það sem maður kann eins og ég gerði núna í kokkarásinu. Ég hugsaði bara, nú ger ég bara sem ég kann, ég ætla ekki að finna hjólið og það bara var nóg, sko. Já, það erfitt að glíma við hrokan stundum. Já, ég þekki það alveg, sko. Maður alveg hefur glemt sér í að vera aðeins og flottu messi, sko. Vera kallinn. Það gott að vera kallinn þangað til það vont, sko. Já, að vera kallinn og tapa, það er ekki gaman, sko. En það líka, sko, að þú er kallinn og vinnur og oft, þá held ég að það sé heldur ekki gaman, sko. Nei, ekki vera aðra allavega. Nei, já, kannski meira það, sko. Já. Er ekki pappið sem stoltur að þið bara? Jú, hann er mjög stoltur. Það heldur skemmtilegt að hann er, sko, með Íslandsmet. Já. Nú, ég held að hann var bara í öðru sæti. Já. Hann er oftast í öðru sæti kokka ásins á öllum á Íslandi. Hann er 4 sinnum í öðru sæti. Aldrei náði að vinna þetta. Það var opnað einn eldgömul þegar ég vann og grilluðum heima. Það var mjög svona gott moment, sko. Fyrsta kokkakeppni sem hann keppti var í öðru sæti franskari kokkakeppninu í Íslandi og fekk eina svona Rothschild rauðvín. Já. 92 eða eitthvað. Geimd hana bara í 30 ára eitthvað ástæði, ég veit ekki svona okkar. Svo bara opnum þessa, vissi ekki að þetta væri til, sko. En það var gott moment, sko. Þannig að hann er auðvitað búin að hjálpa mig mikið í öllu, sko. Allt sem ég geri snertir hann eitthvað á einhverju stíi, sko. Já. Þannig að ég fer alltaf til hann, sko. Þannig að hann hefur svona mögulega hjálpaði kannski líka bara að byrja og Já, ég ætlaði aldrei að vera kokkur, sko. Mamma er pappi er kokkur, sko. Þannig að ég var alveg bara alltaf ólst upp í bústa hjá mömmu, sko. Var aldrei, þú veist Hann ólst upp sem uppvaskari? Já, í rauninni, sko. Já. Og þannig að svo bara var pappi alltaf náttúrulega að keppa og hann var mikið bara með mömmu og svona og svo bara kemur ákveð hvað ég vil gera og komst ekki inn í MS. Já. Og þannig að ég bara, fuck it, búin að vinna í hörpunni að gera smörribrauð og... En fórst ekki samt í útskriftarferðina? Jú, þetta. Já, ég tekki við það bara. Já, ég líka. Og svo bara einhvern veginn já, ég ætlaði fyrst að læra á honum bara en sem betur fer gerði ég það ekki það hefði breyst bara í einhvern búðing, sko það er einhverju vendalagi og pappa alltaf, sko þannig að það var gott moment hjá mér að ég fekk að fara að gera smart en já, hann einhvern veginn bara, hann gerði þetta allt og ég var alltaf að reyna bara að vera svo hann, sko það var einhvern veginn þannig. Hver er besti kokkur sem þú hefur unnið með? Ég verði að segja, sko ég verði að segja 2. Ég ætla að segja Bjarni Gunnar, pappi minn og Siggi Lauf. Hann er búinn að móta mig örugglega svona best, sko. Það er örugglega flottast sem ég gerði að hætta að gera smart og fór að vinna på grilli þegar hann var nýkominn frá Geranjum, sko. Alveg bara búinn að vera í Michelin dauðan, sko. Og ég bara, hlutinni sem hafa komið frá honum, ég bara lært svo mikið að því og endaði með því við fórum hann saman í Bókustór. Já, mannst eftir mér, ég kom og hjálpaði ykkur. Já, ég mannaði eftir þér. Þið varst það rosalega gaman. Já, mér varst það fínt, sko. Eins og segi, ég var samt bara svo gamal, sko. Ég var bara 25 ára og ég einhvern veginn var aðeins svo mikil kall fyrir að vera ykkur uppaski. Já, göngugrindin alltaf að flækjast fyrir. Nei, ég bara maður var að vaska upp, skilur. Já. Mér fannst alveg gaman að fá þegar maður var hleypt í verkefnin, sko.
en síðan var ég bara einhvern veginn að vaska upp og svo var þetta bara búið, þú veist, það var alveg gaman að þetta var geggja stöff. Eins og ég segi, þetta ekki fyrir alla sko, en Bocuse d'Or var líka bara með flottasta sem ég gera á ferlinum og það líka markmið hjá mér að keppi því einn daginn sko, en þetta er ekkert grín sko, þetta bara 2 ár í atvinnuleysi að æfa sig að gera mat sko, sem galið líka sko. Mér fannst í rauninu bara skemmtilegast að sjá þetta sko. Bara að einmitt að fá að smakka líka matinn sko. Ég held að það er bara fyrsta skipti sem ég smakkaði bara alvöru fine dining mat sko. Bara svona alvöru neglu sko. Einmitt. Það er líka að finna við það að þeir sem smakka þetta ekki oft finnst þetta geðvegt, en eins og okkur við sjáum bara það sem er að. Það er svo erfitt líka við matur svona tekka sig út í því og vera bara eitthvað, wow, þetta er í Excel flott. Þú hugsaðir ekki þannig, þú ert bara þetta er ömulegt, þetta er ömulegt, þetta er ömulegt í rusli, gera aftur. Þannig bara æfingar fyrir kokkamaterslu sko. Já, ég var aðalega sko, því ég hef aldrei komið nálægt neina svona sko. Ég var alltaf hissa hvað þetta var einfalt margt sko. Þú veist, maður bara svona, já, auðvitað gera þetta svona. Þú veist, less is more sko. Já, þú veist bara, þegar ég horfði á finished product sko, þá var ég bara, fuck hvað þetta er geðveikt. Svo þegar ég horfði á ykkur kannski gera eitthvað, þá bara svona, já, þeir ræðu þessu bara svona og þá náttúrulega kemur þetta út svona, bara, já, auðvitað. Þannig að er þetta ekki líka þannig, þú ert búin að gera, þú veist, því meira sem hún lærir að þessu öllu, þú veist, því meira fattar hvað margt af þessu er einfalt í rauninni. Svo náttúrulega, tölum kannski Bocuse d'Or, er að þetta er náttúrulega flottasta kokki hérna í heiminum, en eldamennskan er orðin svo lítil í þessu, það er svona sem ég sé. Þú veist, mér langar að keppi í þessu einn daginn, mér langar ekki að keppi í þessu eins og þetta er núna. Er það bara formin? Þetta er bara öll sílikonformin, það er enginn að elda neitt. Það eina sem allir eru að gera er að blanda fassi við eitthvað. Þetta er bara hver með flottasta formið með besta fassinu, skilur, og svo fylgir hitt með. Þú veist, eins og núna þegar Sindri að keppa, þú veist, það er byrjað að grípa þetta, það er byrjað að banna, þú veist, allt svona, því þú veist, þetta hefur alltaf verið, þú mátt mæta með allt, viktað og bara upp á gramm, skilur, það með einhver trilljón box með þér, skilur. Núna máttur ekki mæta með nein krydd, nein soð, ekki neitt nema það væri original umbúðum, þú veist bara mæta, þú ætlar að vera með knorr, skilur, þá ætlar að mæta með það bara í pakkanum á opni, skilur. Af því það sem norsararnir og svíarnir er farin að gera, ástæðan okkur, þeir eru alltaf svo langt á undan að þeir eru farin að hugsa bara, þeir eru farin að búa til sósuna, frostturkana, gera powder og mæta með hana sem bara spice rub og svo bara sitja þær í vatn og þeir komið bara með bestu sósu í heimi. Þau hefur bara 5 tíma og þeir eru farin að gera allt þetta dóttir í, þá eru við hinna þjóðuna sem bara svona, þú veist, það er allir búin að fatta það núna sko, voru bara hvernig gera hann þetta alltaf þessum tíma, þá eru þau bara með mauk í duftformi. Duft mæta þetta með þessi krydd, skilur. Þannig að þetta er líka, þú þarft að vera góður að svindla, eða þú veist svona, þú ert að reyna að finna gamla reglan er hver er bestur í að svindla í gamla daga, sko. Þá voru menn bara að taka sósur í mjólkubrúsa og láta síla það á fyrirtækinu, kaupa stærri buxur til að sitta eitthvað í vasana. Það var alltaf svo mikið rugl, en núna er þetta orðið alveg sko. Það er gott að þið sé að reyna að breyta þessu aftur í bara old school. Eins og ég bara gerði líka núna í kokkahúsi, ég fór ekki með neinn form með það. Já, það er bara geggjuð þróun, myndi ég segja. Því ég held að, þú veist, það þarf alveg að koma tískubylgjur og svona, en það þarf líka að fara, þetta má alveg fara í hringi bara eins og tíska gerir almennt, þú veist, það má alveg fara back to basics líka og fara að gera, þú veist, töff hluti sem að einmitt er ekki bara, ef þú ert bara tölvunarfræðingur, þá getur þú geðið eitthvað kokku líka, því að þú getur 3D-printað alveg geggjuð form, skilur. Nákvæmlega, því þú veist, dómararnir líka, því dómarar eru upp til hópa bara gamlir kallar og þegar ímyndaði þegar formið komið fyrst skipti, þeir eru bara verið bara wow! Og svo núna eru þeir bara skilja, þeir eru svo þreyttir á því að borða bara eitthvað soðið kjöt. Svo núna er farið að skora miklu herra að kunna vera kokkur. Þú veist, ég er að finna það eins og núna bara þegar við á Ólympíuleikunum, við vorum ekki með nein við erum með svona minimum á formum. Ég steikti lambafili bara á plantsæðinu, sko. Dómarinn var hlup inn í eldhús og bara sá reik, bara hvað er að gera svona. Þá var ég að þrífa pönnunar, skilur, engin notaði pönnuna, það var allir bara sjóðin í opnu. Ég bara eitthvað skafa pönnuna bara eins og okkur veitingastað, sko. Allir bara hvað er hann að gera? Bara þrífa pönnuna eftir sig. Þú sagðir einu sinni eitt, ég man ekki hvar, en ég sá einhvern tímann og tengdi svo mikið við það þegar þú steikir kjöt, þá vildur þú bara helst að brunakerfið fara í gang. Ég er nefnilega það líka. Ég, þú veist, ég vil einmitt bara ná eins miklum hita og mögulegt er.
Því að ég mitt þól ekki þetta svona kjöt sammála. sko. Það bara allstaðar sem ég fer, allar veislur ég alltaf að prófa kerfið sko sem þetta virkir ekki alveg potið sko. besta sem ég lendi með það ég var elda fyrir Emblu-velunum í Oslo í einhverju svona kongabústa einhverjum, það var engin elda þarna inni sko, skilur, og ég bara fyrir að grilla inni, bara sett kerfið í gang, ég bara vissi ekki hvert fólk ætlaði að fara sko, fólk held bara að húsið náttúrulega bara einhverjum timbri og vel friða sko, svo einhverjum vitlýsingar frá Íslandi að setja pönnuna í botn sko, reykur út allt og fólk gestir að mæta, ég bara, sorry Ítla að fyndið sko. Það var eins og útskriftinni þegar vorum að elda hana fyrir fullt af liðið hérna í MK. Þá fór allt kerfið í gang, bara allt. Þetta á að vera hitt í þessu. Ef það ekki eitthvað brent, það er ekki bræðið sko. Nei. Það bara svona. En nú ertu búin að vera svona stjörnukokkur lengi. Ertu með eitthvað svona stórt nafn sem að þú fengið elda fyrir? Já, sko, ég verið 2 starstruck. Okay. Fyrsta var Gimli Lord of the Rings. Það er þetta. Það er líka bara, sko, hvernig hann var líka. Þetta var upp á grilli. Hann kemur og allir eitthvað að segja nafnið og svo eitthvað, enginn vissi hvað hann var. Og ég bara, hvernig vitið ekki hver þetta er? Þetta er Gimli og vondikallinn í Aladdin, skilur. Já. Og ég kem inn og hann orðum býnum fullur, sko. Hann búinn að fá sér nokkra að kalda eitthvað. Ég kem með eitthvað rétt og hann svona í eitthvað svona karakter eitthvað. Segir við mig bara, well done, young boy. Og ég bara, fuck. Og ég bara eitthvað, oh, thank you. Can't wait for the stew. Þú veist, ég einhverjum 20 rétt á grillinu, skilur. Ég var bara eitthvað, fuck. Svo líka lagar það í Vikings og það var þetta Vikings. Já, það var skemmtilegt, sko. Já, hún einmitt líka eina af þeim sem ég svona, svolítið skotin í, sko. Já, hún var skemmtileg í þáttunum, sko. Já. Svo fullt af einhverju ríkum köllum og aðalega, ég alltaf að lenda bara einhverju ríkum könum, sko, sem bara ég lendi einum daginn og var ég út á landi í einhverjum bústað og það kemur bara svona kall eitthvað í prímalóttúlpu bara við spurja mig hvað ég var að læra kokkin og eitthvað okkur þetta spurja mig því MK? Ég bara, what do you do? I own a few restaurants. Bara, which ones? You probably don't know them. Bara, okay, which ones? Yeah, I own McDonald's and Burger King and everything in Texas. Bara, okay. Ég veit ekki hvað það er. Þannig að það fyllt að skemmtilega liðið sem að hittir, sko. No. En já, Gimli var eina starfstökkið, sko. Ég það ennþá hroll í bakið, sko. Ég skil það vel maður. Hann var bara eins og Gimli. Hann svo lítill, sko, með skegg. Hann var endur ekki með skegg. Ég sá bara skeggja hann samt, sko. Og var hann með röddina bara og bara upp á 10, sko. Ég enda að tengi, ég væri alveg starfsrökk líka, sko. Já, bara, Gimli, Lord of the Rings, man. Já, ég náttúrulega vann alltaf bara á hótelin, sko. Þannig að ég var hérna á Grand Hotel, þá voru maður svolítið að sjá fótboltagaurana, sko. Já, einmitt. Já. Það var svona... Ronaldo og þessu gaura. Já, ég enda sá hann aldrei, sko. Ég var með franska landsliði samt einu sinni. Það var heldur skemmtilegt. Þá var ég hérna nemi og var að skera í kjötnýf fyrsta skipti. Og þá kom hérna yfirkokkandi 2 og sagði bara, saman hvað þú gerir, ekki skera þig. Ok. Svo er maður bara, svo allt í einu bara, þá náttúrulega er ég búin að búta puttan á mér og þá eru þeir nýbúin að segja, saman hvað, ekki skera þig. Þannig að ég náttúrulega þór ekki að segja neinu, þannig að ég fer alveg bara búin að taka búta á puttanu, sko, byrja að teipa hann hérna og fer í hanska. Svo er ég uppi með stórstjörnum, bara billjónamæringum, bara Griezmann og Kanté og Mbappé og þessi gaurar. Og ég alltaf að labba inn, skiptum hanska þegar ég alltaf að fyllast af blóði. Svo labba ég niður og alveg að fara að líða yfir mig. Fer að vaktstjórn og lauma svona, ég ætla að þess að sína þér tæmi hanskan í hérna vask og bara blóð út allt. Og bara, ég held að þetta að fara upp á spítala. Og hann bara, ok, fer og beint og næri Úlla yfir kokk og þá, sko, fyrir að sína þeim. Og þá kemur einn ekki Úli samt og segir, maður sjá, kíkir á, ertu með bútinn? Nei, þeir gera ekkert. Svo bara teipaði hann þetta maður og svo mæti ég daginn eftir, leið mér aðeins að sjá þetta. Kíkir á maður, þetta alveg hella, sko. Já, þetta svona djúpt, það hefði kannski verið best að senda það bara. Svo kýtti ég það bara í mánu, sko.
Var ekkert, já, svo bara, láta brenna brunasárið og allt Já, ég er ekki nógu mikill maður í það, sko. Já, maður þetta. Það var alltaf eitthvað eitt svona leiðilur. Það brendi þetta bara, það virkar. Upp í salan með eitthvað brunasár, skilur, með lítill stráku, bara eitthvað, Það er ógeðslega. Já, ég er ekki nógu harður. En þetta er ekki svona í dag. Núna ferði bara heim og dettur á bossan, sko. Já. En ég held að þetta sé bara komið tími á okkur. Já. Það er gaman að fá hann Gabriel til okkar. Já, Já, bara gaman að koma. Takk fyrir komuna, maður. Já, gaman að hlusta á okkur örugglega líka. Jú, þú ættir að prófa það. Já, ég kannski prófa það. Takk fyrir komuna. Já, bara takk fyrir að fá mig. Takk.